Það var svona svolítið erfið fæðing á þessu hjá okkur. Já, erfiðar fyrstu 20 og varnarlega svolítið deyfð yfir þessu og klaufalegi tæknifélagar og svona móti bara góðu HK liði þá bara refstuðu okkur og komin eitthvað 4 undir og það bara auðvitað því ekki en ánægði með hvernig við snerum þessu við og komum tilbaka og sýndum mikið styrk og náðum svona undirtökunum að jafna þetta í síðustu 10 og svo undirtökin náðum við í seinni hálfleik. Leikum við fram þarna á laugardaginn sem endaði nú illa fyrir ykkur. Þannig að við setja eitthvað beigur í mönnum út af því? Já, kannski aðeins í byrjun. Þetta var mikið högg að missa þann leik niður og kannski aðeins satt í ykkur í byrjun en auðvitað bara ánægði með strákarna að hrista það af sér svo og snúa þessu við og svo bara HK liðið, verður bara að hrósa því. Mér finnst þeir bara mjög góðir og það var að spila vel undanfarið og bætt sér mikið í vetur. Bara ekki tapa leiki í einhverja mánuði, þannig að þetta var bara góður sigur á móti góðu HK-lið. En það var kannski náttúrulega lífsnauðsynlegt fyrir ykkur í þessari baráttu þarna í efri hlutunum Fram-mann í kvöld og svo framvegis? Já, við mistum okkur síðasta leik og þetta rosalega jafnt þarna á toppnum og það má ekkert mista þessi mikið meira. Það bara þannig að hver leikur bara úrslitaleikur núna og lítið eftir á mótinu, þannig að þetta var bara hrikalega mikilvægt 2 stig. Þokkalegt stand svona á leikmannahópnum hjá þér? Já, bara svona alveg þokkalegt og við erum bara í fínu standi og við erum búin að spila vel eftir áramót, frábæra hálfleika fyrir á móti IR og Fram og svona aðeins kannski einhverja mínútur slakar en heilt yfir bara ánægð með strákana og við erum í toppstandi og tilbúinir í baráttuna sem framundan.